Lýður Árnason, gjörðu svo vel. Já, takk. Hvers vegna eiginlega viljum við hafa þjóðaratkvæði? Ég meina að spyrja ykkur svolítið að því. Ég sé sko fyrir mér að beint lýðræði og fulltrúa lýðræði geti vel sængað saman og bæti hvort annað upp. Og ég sé það að með beinu lýðræði þá erum við bæði að auka aðhald á fulltrúa lýðræði. Við erum líka að auka áhuga almennings á þjóðmálum og einnig eftirlit. Að þessu leyti finnst mér beint lýðræði bara mjög áhugaverður kostur sem við eigum að nýta okkur hiklaust. Við erum alltaf að tala ef það fer eitthvað í þjóðaratkvæðagreiðslu þá koma einhver afmarkar hópar með einhver vond mál og komið með einhver skrumu upp og þetta verður samþykkt. Ég held að það sé lítil hægt að því. Bæði erfitt að fá marga til þess að skrifa undir slík mál og enn erfiðar að fá samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég lít miklu fyrir að ráta sem tæki til varnar gegn þinginu ef það fer offari. Ef að þingin vandar sig ekki í sinni vinnu, þá gott að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég líti á þetta sem vörn en ekki sem eitthvað tæki þjóðarna til þess að skrumskæla eða eyðileggja þjóðfélag með einhverjum slæmum málum. Varðandi breytingatillögum að hækka þessa prósentu upp í 15% jafnvel meira. Það finnst mér ekki gott, einfaldlega vegna þess að það bara mjög erfitt að ná 15%. Það hefur gerst núna undanfari en þær undirskriftasafnan hafa verið mjög svona óformlegar og margir talaðar ámælisverðar í mörgu. Mér finnst miklu betri aðferð að halda okkur við 10% og auka formkröfur. Þannig að þetta verði alvöru undirskriftalisti en ekki eitthvað skrum. Þannig að ég vil eindregið mæla með því að við höfum prósentuna 10%. Svo ætla ég að hrósa Þorkeli, hann slunginn sem fyrr. Þetta býsna góð tillaga sem hann kemur hérna með varðandi þjóðarfrumkvæði og að Alþingi komi þá með gagnfrumvarp og ég hlakka til að skoða þá tillögu í nefnd sé. Öðru leyti vil ég bara þakka fyrir daginn í dag og óska ykkur öllum ánægjulegar helgar.